Þá er komið að marsleiðsögn fyrir krabba. Þetta er opinn lestur á við fyrir suma, alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Við dembum okkur beint í lesturinn. Byrjum að athuga hvaða krabba ég er að tala við. Og það er núna framundan uppákomur og áskoranir ef við fáum svo leiðsögn. Og svo er framtíðin. Ok, elsku krabbi. Síðustu misseri, ekki fyrir svo löngu síðan hjá flestum ykkar, þá komu upp einhverjar mjög óvæntar aðstæður, mjög skrýtnar aðstæður hjá sumum, en allavega einhvern veginn fóru hlutirnir á þann veg sem þú varst ekki búist við. Hjá sumum er það alveg rosalega jákvætt, svo hjá öðrum er það eitthvað neikvætt og þetta getur allt þar á milli. Þetta er mjög svona, segir ekki mikið. Við erum alltaf að glíma við einhverjar óvæntar uppákomur í lífinu, góðar og erfiðar, en það er eitthvað mjög sérstakt. Það er ekkert rosalega langt síðan. Við erum að tala getur verið bara frá því í gær eða frá því einhvern tímann á síðustu 4-5 árum, en það varð einhver viðsnúningur. Það kom einhver uppákoma, það var eitthvað sem kom óvænt og sneri svolítið lífinu þínu við. Í dag þá út frá þessari uppákomu, þetta hangir nú allt saman, hvort sem að þér líkaði betur eða verr, þá út frá þessari uppákomu hefur þú verið mikið í einveru, sennilega stregið mikið til hlés, sumir jafnvel loka sig svolítið mikið af og full mikið, of mikið, en ég sé einhvern veginn að þú drógst þig svolítið mikið til hlés og hefur verið bara mjög mikið eitt með sjálfu þér, með tilfinningu þínum, í íhugun og ígrundun inn á við, sem er mjög jákvætt, en það er alveg til það sem heitir of mikið af hinu góða, og eins og íhugun og ígrundun inn á við er góð, þá er mannskepnan félagsvera, við erum hjarðdýr, okkur er ætlað að vera í samneyti með öðrum og það er hægt að vera of mikið einn. Og því krabbarnir eru stundum svolítið gjarnir á að drífa ykkur bara heim í krabbaskélina ykkar og ætla að fá að vera bara einir þar með tilfinningunum ykkar, en þið verður nú að koma út einhvern tímann. Og það sem er framundan hjá þér það er mjög stórt skref framundan. Þú ert að brúa mjög stórt bil. Það er það sem að liggur fyrir núna. Það er verið að brúa eitthvað bil, ná tengingu saman. Og þessu fylgir, jafnvel að þú þurfa að færa svolítið mikið úr stað. Einhver ykkar þurfa bókstaflega að færa sig úr stað. Það er að segja standa upp og ganga af stað eitthvert annað, eða fara upp í bíl eða upp í flugvél jafnvel og fara eitthvert. Fyrir önnur ykkar er þetta alveg pjúra andlegt og tilfinningulegt þar sem þið eru að brúa bil við aðra manneskju eða við sjálf ykkur, við spegilmyndin ykkar, við aðstæður. Og þetta er alveg ákveðin áskorun í sjálfu sér, þó svo að þetta er það sem við viljum, að þá er samt erfitt að taka þetta skref. Og það er alveg þannig, þú veist, og við erum oft hræddustu skrefin sem að okkur langar hvað mest til að taka. Það er alveg það. En þú ert að taka þarna stórt skref sem að þið langar að taka, en það hræðir þig og þú ert að taka það samt. Þannig að hugrekkið er með þér svo sannarlega. Og þetta er alveg þó nokkuð stórt skref. Í leiðsögninni er þetta með þessi hreyfing. Þessi tilfærsla, þú ert að skapa þinn eigin viðsnúning núna, það er munurinn frá því sem var,
að hérna áður, þá eiginlega fyrir sum ykkar þá kannski gerðist lífið bara við ykkur og þið bara svona flutu með. En þá líka hérna þá varð viðsnúningur í lífinu sem þið réðu ekki við og þið völduð ekki. Og fyrir vikið hefur kannski verið óþægilegt og erfitt. Núna eru þið að skapa ykkar eigin viðsnúning. Þið eru með valdið. Þið eru með stjórnina, þið eru við stýrið, það eru þið sem eru að beygja og ákveða þetta er það sem ég vil og ég ætla þangað. Þó svo að þið séu með skott á milli lappana þá eru þið samt að gera þetta, vel gert þið. Og þessu fylgir líka að, elsku krabbi, þú ert svolítið að koma bara allur út úr skelinni, algjörlega afhjúpaður, berskjaldaður og nakinn og mér finnst hreinlega að þú komir þannig út úr skelinni að þú ert að fara út úr skelinu og skilur skelina þína eftir heima og ferð eitthvað annað. Það er bara rosa stort fyrir þig, sko. Og jafnvel að þessi skel endir svo bara ruslinu að þú ætlar að byggja nýtt. Af því að það sem er síðan framundan hér, það er alveg gífurleg hamingja. Það er svona full mótun, full sköpun, tilfinningalega full nægð. Og það er svolítið þess vegna sem ég segja þeir að fara alveg út úr skelinni og eiginlega bara hendinni. Af því að núna þessum kafla fylgir að þið eru að koma út úr skelunni, losa ykkur við þessa gömlu og byggja ykkur nýja skel. Nýtt öryggið, nýtt safe space. Og fyrir sum ykkar þá eru það ekki ein í því safe spacei. Þið allavega eru að stækka það. Þið eru að stækka skelun ykkar. En það er bara mjög jákvætt. En þetta er stórt skref og ég sé alveg að það er óttið hana. En þið eru samt að gera þetta hugrekkið með ykkur. Ég er að fá aðeins auka innsýn hér. Akkurat. Viðsnúningur sem var, þetta sé viðsnúningur sem kom inn í líf ykkar og sneri ykkur við án þess að þið höfðu ætlað ykkur að, án þess að þið hafið viljað endilega. Það er viðsnúningur sem tók ykkur neginn alla varnirnar af ykkur. Tók einhvern stjórnina af ykkur þannig að allt einu voru þið rosalega varnarlaus og berskjölduð og og því þessar upplifunum að þið réðuð ekki yfir ykkur eigin lífi. Það er rosa óþægilegt. Stundum þurfum við að fara í gegnum svoleiðis en þetta er eitthvað neginn, allt einu kemur eitthvað inn í líf manns og berstrípar mann á þess að maður hafi verið tilbúin. Og þessi tími þar sem þú ert búið að vera í þessari miklu einveru og í þessari miklu íhugun og ígrundun inn á við, þú þurftir alveg þessa hvíld, þú þurftir alveg þennan tíma til að heila þig. Af því að þetta er búið að vera heilunarferli, heilunartími og fyrir suma bara mjög langur heilunarferil og það er bara það sem þurfti. Af því að í þannig ferli, sérstaklega þegar maður er kannski að basla við það miklu leyti einn, að þá rekur maður líka á það að, maður gerir alveg mistök, maður fer 2 skref fram og 1 skref aftur bak og svo heldur maður áfram, við erum bara ekki fullkomin. En núna hér með bara, berskjaldað, farið út úr skelinni, alveg búin að klæða sig úr skelinni með alla tilfinningarnar utan á sér, að þá ertu að stíga þetta skref, þú ert að takast á við áskoruna, þú ert að færa þig inn í næsta kafla. Þetta er áskorun, já, þetta er erfitt á köflum, já, en þú hefur allt sem þú þarft og einmitt í þessu samhengi þá er akkurat það sem þú þarft er að vera berskjaldað, óvopnað, án skilarinu þinnar, eina sem þú ert þú sjálft með tilfinningarna þínar og persónu þína. Það er
það sem að styrkir þig hvað mest í gegnum þetta ferli núna. Og aftur framundan þá þessi gleði, þessi uppbygging, þessi vöxtur. Þar sem að það verið að byggja saman. Þú ert að stækka við þig, þú ert að móta þér nýtt, þú ert að búa þér til nýja töluvert stærri krabbaskil sem að dásamlegt. Og ég ætla að fá hérna eitt orkutákn í lokin, draga hérna af handahófi og það hveitistráið. Það táknar þess að það sem þú vökvar, það vex. Og svona segir sér nokkurn veginn sjálft að það sem þú veitir gaum, þar sem þú setur athyglina þína, það það sem vex og dafnar. Blómin sem þú vökvar, þau vaxa og dafna. Þetta gerist ekki sjálfu sér. Við þurfum sjálf að plæja akurinn, sá, vökva, rækta. Það þarfnast athygli og það sem við veitum athygli, það vex. Þannig að mundu það sem þú setur athyglina þína, það það sem að stækkar í lífinu og það það sem þú ert að byggja þessa nýjum krabbaskil, þessa nýju heimsmynd þína á. En þá ætla ég að segja þessari leysu lokið. Ég vona að skilaboðin rati sönn og rétti þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.